Fundur settur í bæjarstjórn Vestmannaeyja, hann númer 1614 í röðunni og haldinn hér í Ráðhúsinu þriðjudaginn 18. mars og hefst núna klukkan 14. Ég býð bæjarfulltrúa velkomna. Áður en við göngum til dagskrár ber ég upp tillögu að taka inn með afbrigðum fundargerði númer 3232 í fundi bæjarráðs sem haldinn var í morgun. Þeir sem samþykkja afbrigðin gera svo vera rétt upp hönd, þau eru samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Á dagskrá fundarins eru þá 10 mál og þau eru þessi: 1. Ársreikningur Vestmannaeyjabæjar fyrir árið 2024, fyrri umræða. 2. Umræða samgöngumál. 3. Eygló eignarhaldsfélag ljósleiðaravæðingu í Vestmannaeyjum. 4. Kosning í ráð og nefndir og stjórnir samkvæmt 42. grein bæjarmálasamþykktar Vestmannaeyjabæjar. 5. Fjölskyldu- og tómstundaráð Vestmannaeyja, fundur númer 312. 6. Umhverfis- og skipulagsráð Vestmannaeyja, fundur númer 416. 7. Bæjarráð Vestmannaeyja, fundur 3231. 8. Framkvæmda- og hafnaráð Vestmannaeyja, fundur númer 317. 9. Fræðsluráð Vestmannaeyja, fundur númer 393. Og þá 10 sem við tókum inn hér áðan, Bæjarráð Vestmannaeyja, fundur númer 3232. Og þá göngum við til dagskrár og tökum fyrir fyrsta dagskrármálið, ársreikningur Vestmannaeyjabæjar fyrir árið 2024, fyrri umræða. Til máls tekur Íris Róbertsdóttir bæjarstjóri. Forseti, ársreikningur Vestmannaeyjabæjar fyrir árið 2024 lagður fram, tilbúinn til endurskoðunar og tekinn til fyrri umræðu í bæjarstjórn Vestmannaeyja. En fyrir liggur samþykki bæjarráðs og bæjarstjóra á ársreikningnum frá því fyrir í morgun. Stefnt að því að taka reikninginn til síðari umræðu þann 9. apríl næstkomandi. Samkvæmt 3. og 4. málsgrein 61. greina sveitarstjórnarlaga skal fjalla ársreikninginn á 2 fundum bæjarstjórnar. Endurskoðendur sveitarfélagsins fóru yfir ársreikninginn í morgun í bæjarráði og var öllum bæjarfulltrúum boðið á fundin undir þeim lið og var full mæting. Rekstrarafkoma sveitarfélagsins árið 2024 var jákvæð 597 milljónir samkvæmt samstæðureikningi sveitarfélagsins eða 346 milljóna meira en gert var ráð fyrir fjárhagsáætlun fyrir 2024. Rekstrarniðurstaða A-hluta fyrir afskriftir og fjármagnslið var jákvæð 426 milljónir samanborið við 409 milljónir rúmar árið 2023. En rekstrarniðurstaða A-hluta í heild var jákvæð 282 milljónir. Eftirfarandi liðir hafa hvað mest áhrif á mismun á fjárhagsáætlun og rekstrarniðurstöðu A-hluta. Í fyrsta lagi eru það aðrar tekjur sem voru 200 milljónir umfram áætlun og inn í því að meðal annars auknar tekjur af grjótnámi, varðar ákveðna þætti sem tengjast félagsþjónustu og svo auknar tekjur inn í menningarmálunum af söfnunum. Og svo var það líka launin. Launin hafa náttúrulega áhrif á kostnaðinn og í A-hlutanum eru það 250 milljónir og þar hafa verið veikindalaun 152 milljónir. Í samstæðinni þegar þú tekur samstæðina þá eru tekjur bæjarsjóðs vegna útsvars og fasteignaskatta 64 milljón króna hærri en áætlaði voru í fjárhagsáætlun 24, framlög úr jöfnunarsjóði sveitarfélaga 96 milljónum hærri og aðrar tekjur samstæðu eru 683 milljón krónum hærri og þar eiga Herjólfur og Höfnin stærstan hluta. Á móti kemur launakostnaður samstæðunnar í heild 355 milljón krónum hærri en fjárhagsáætlun gerði ráð fyrir. Skýringar á hærri launakostnaður einkum tvíþættar. Ef við förum fyrst inn í B-hlutan þá það Herjólfur og Höfnin sem hækka launakostnaðinn þar rúmar 100 milljónir og það út af auknum, það bæði kjarasamningar og líka aukin umsvif sem kalla á hærri launakostnað. Svo það varðandi A-hlutan að þá ekki áætlað fyrir veikindalaunum og þau námu í heildina 158 milljónum og laun í fræðslu og uppeldismálum voru 150 milljónir umfram áætlun og þar af voru veikindalaun 104 milljónir inn í þeirri kategóríu. Annars vegar eins og áður sagði þetta Höfnin og Herjólfur í B-hlutanum en sko
það sem bætist inn í þetta varðandi aukna launakostnaðinn, það eru nokkrum stöðum þar sem tekjur aukjast á móti, meðal annars inn í grjótnáminu og fleiri stöðum. En svo eru launahækkanir það koma inn kjarasamningar opinberra starfsmanna á árinu og starfsmat sem ekki var hægt að gera ráð fyrir nema í litlum hluta áætlanina, og svo eru auðvitað starfslok einstaklinga þar sem verður stundum skörun á þegar verið að færa yfir þekkingu. Lífeyrisskuldbindingin var 147 milljónum undir áætlun og annar rekstrarkostnaður 164 milljónum krónum hærri en gert var ráð fyrir. Ef við byrjum svo að fara aðeins yfir tekjurnar, þá eru skatttekjur án jöfnunarsjóðs rúmar 4.231 milljón og var það aukning tæpa 36 milljónir. Skatttekjurnar fóru 64 milljónir umfram áætlun og það fyrst og fremst vegna aukningar á útsvari rúmar 60 milljónir. En eins og þið vitið sem sitið hér í bæjarstjórn, þá þetta mjög lítil útsvarshækkun. Við erum venjulega byggjum útsvarsáætlun á rauntekjum og það vaninn að þessar útsvarstekjur hafa verið að fara á bilinu 200-300 milljónir umfram, en nú náttúrulega voru við í loðnubresti og það sést alveg klárlega í þessum útsvarstekjum. Og það eru auðvitað ákveðnar áhyggjur sem við höfum þá á árinu 2025 líka. En það klárt að við erum að gera rétt með því að gera ekki ráð fyrir tekjum á lóðinu inn í fjárhagsáætlun sveitarfélagsins. Framlag á jöfnunarsjóði nam tæpum 1200 milljónum fyrir árið 2024 og jókst 192 milljónur frá fyrra ári, en framlög sjóðsins eru náttúrulega alltaf ákveður í fjárhagsáætlun gagnvart áætlun frá sjóðnum sjálfum, og þetta var 96 milljónum hærra heldur en við fengum gerum ráð fyrir í fjárhagsáætlun. En það munar mestu að útgjaldajöfnunarframlagið hærra og framlag vegna fatlaðs fólks. Það kom inn samningur vegna fatlaðs fólks, aukna tekjur á árinu eða aukin framlög, skal ég segja, og útgjaldajöfnunarframlagið byggir líka á tekjum ríkissjóðs og hækkar þá í takti við það sem kemur inn í sjóðinn. En þessi tvö framlög voru tæpar 50 milljónir umfram það áætlun sem sjóðurinn gaf út. Aðrar tekjur en skatttekjur í samstæði Vestmannaeyjabæjar og undanskildum millifærslum námu tæpum 4.100 milljónum, en fjárhagsáætlun gerði ráð fyrir tekjum upp á tæplega 3.600 milljónir. Aðrar tekjur voru því rúmlega 520 milljónum hærri en fjárhagsáætlun gerði ráð fyrir, og stór hluti annarra tekna koma frá Herjólfi eða 2.227 milljónir, en Herjólfur vann með tekjur sínar 145 milljónir. Ef við förum og skoðum aðeins gjöldin, þá eru laun og launatengd gjöld námu 4,6 milljörðum hjá samstæðunni og launakostnaður var 355 milljónir umfram fjárhagsáætlun, eins og ég hef farið yfir áður meiri skýringar í upphafi framsögunar sem skiptist 250 A-hluta og 100 B-hluta. Annar ekstrakostnaður var 3.650 milljónir hjá samstæðunni og fór 165 milljónum fram úr áætlun, og það dreifist á margar stofnanir, en 3 stærstu liðirnir sem eru á bakvið þessar 164 milljónir eru hreinlætismálin sem fara rúmlega 40 milljónum fram úr áætlun, umferð og samgöngumálin 28 milljónum yfir áætlun og grjótnámið að fara 21 milljón yfir áætlun. En eins og til dæmis í grjótnáminu þá kom aukna tekjur á móti þessum kostnaði. Grjótnámið bara gaman að segja frá því rekið réttu megin. En þá það gjaldfærða lífeyrisskuldbindingin sem var áætluð 453 milljónir hjá samstæðunni, en samkvæmt ársreikningin nemur skuldbindingin 306 milljónum eða 147 milljónum undir því sem gert var ráð fyrir í áætlun. Þessi lækkun stafar af því að það breyting auðvitað á lífskúrfunni og það fer að koma svo tími að skuldbindingin lækkar, og hún eiginlega búin að ná sínum hápunkti og á leið niður, en svo eru líka það sem spilar inn í að við erum ekki að greiða þessi háu viðbótarframlög sem hafa verið að koma inn á miðju sumri, og á bilinu þau voru 150 í rúmar 200 milljónir, þannig að það framlag í ár var ekki nema 50 milljónir og það hefur auðvitað áhrif. En í skýringu 14 farið mjög vel yfir skuldbindinguna ef fólk vil kynna sér hana. Í fjármagnsliðirnir, nettó fjármagnstekjur samstæðunar voru jákvæðar 113 milljónir, en það hafi verið gert ráð fyrir fjármagnstekjum upp á 40 milljónir sem var mjög varlega áætlað, en
Það bara vegna þess hvernig árferðið hefur verið og það var auðvitað kærkomið eftir erfið ár og það sem tekjur af skuldabréfi sveitarfélagsins hafa verið mjög lágar og jafnvel neikvæðar að þetta sé að vera viðsnúningur á þessu. En eins og við vitum öll hér þá rammin utan fjárfestingar sveitarfélaga í svona skuldabréfa mjög þröngur og það ekki hægt að, fjárfesta í því sem að fólki langar. Helstu frávik einstakra málaflokka og ég ætla að fara aðeins yfir þá málaflokka sem eru með töluverð frávik. Ég ætla ekki að telja upp alla málaflokkana en þá sem eru bæði með jákvæð og neikvæð frávik. Og þá ætla ég að byrja aftur á uppeldis- og fræðslumálunum sem ég fór aðeins yfir hérna áðan. Og rekstrarkostnaður nam þar 2.720 milljónum. Þetta náttúrulega stæðsti málaflokkurinn okkar og útgjöldin hæst en auðvitað þetta líka fjárfestingin okkar í framtíðinni. Það eru 158 milljónir yfir fjárhagsáætlun kostnaðurinn og stór hluti því eins og áður kom fram veikindalaun eða 104 milljónir. En tekjur málaflokksins voru hins vegar 8 milljón krónum undir áætlun en annar rekstrakostnaður á pari og ástæðan fyrir því að tekjurnar eru undir áætlun fríar skólamáltíðir. Þær eru greiddar, framlag ríkisins greitt í gegnum jöfnunarsjóð og við megum ekki bóka það inn á fræðslu- og uppeldismálum. Við verðum að bóka það inn á sérstakan lið sem 00 sem tengist jöfnunarsjóðnum og þannig að tekjurnar kom ekki inn á sama stað á kostnaðurinn og þá myndast þetta ójafnvægi. En það náttúrulega mál sem að við eigum örugglega eftir að þurfa að taka upp og ég hef óskað eftir því að fá eftir fyrsta árið minnisblað frá framkvæmdastjóra sviðsins hvernig þetta að virka varðandi matasóun og annað sem við höfum áhyggjur af. En málaflokkurinn fór samkvæmt þessu 6,5% umfram áætlun. Brunamál og almannavarnir, rekstrarniðurstaða málaflokksins var 57 milljónir en áætlun gerði ráð fyrir 74 og málaflokkurinn því 17 milljónir undir áætlun eða 22,6%. Rekstrarniðurstaða hreinlætismála var 58 milljónir sem 42 milljónum yfir áætlun eða 317%. Þetta okkar stórkostlega móttökusvæði, gámasvæðið. Eins og margt hefur komið fram að þá greiðum við með því og greiddum með því allt síðasta ár. Ætluðum okkur ekki að gera það en verðum náttúrulega að gera það og þetta skýrist náttúrulega bara þessi aukni kostnaður vegna sorpeyðingar og úrgangi sem kemur frá móttökustöð og við greiðum fyrir með útsvari þegar fólk greiðir ekki sjálft fyrir það sem náttúrulega orðið bannað með lögum. Rekstrarniðurstaða umferð og samgöngumála 145 milljónir sem 30 milljónum yfir áætlun eða 26% og langstæðsti kostnaðurinn liggur í kostnaði við endurnýjun. Við erum að endurnýja götulýsingu hérna í bænum og það búið að vera vegtölurar að tekið töluvert mikið vesen á henni vegna þess að við höfum bara miklar áhyggjur af því að kerfið sé gamalt og HS veitur skiluðu okkur því ekki mjög góðu standi og það hefur verið bara mjög erfitt að halda því gangandi en það verið að skipta lampa og laga en svo liggur náttúrulega líka í því að það þarf að lappa upp á það sem gamalt og í því liggur töluvert meiri gjaldfærður kostnaður en gert var ráð fyrir. Og þetta svona eitt af því sem að við þurfum bara að taka okkur gjaldfærðan kostnað því ekki getum við látið vera slökkt hér allan bæ þó svo að það sé nú búið að kvarta mikið yfir því. En rekstrarniðurstaða atvinnumála var 34 milljónir eða 16 milljónum lægri en fjárhagsáætlun gerði ráð fyrir eða 32%. Innan þessa málaflokks meðal annars átaksverkefni í tengslum við ferðamál, nýsköpun og uppbyggingu í atvinnumálum almennt og þetta þýðir að bara þær fjárheimildir sem voru ekki nýttar að fullu. Framlög til A- og B-hluta sjóða og fyrirtækja námu 136 milljónum sem var 13 milljónum minna en gert var ráð fyrir í fjárhagsáætlun. Framlög til þjónustumiðstöðvar voru 127 milljónir eða 9 milljónum meira en áætlað hafði verið en framlög til félagslegu íbúðuna námu ekki nema 9 milljónum, 22 milljónum meira en áætlanir gerðu ráð fyrir. Og þá förum við í sameiginlega kostnaðinn og þar með talið rekstur bæjarskrifstofa, bæjarstjórn og bæjarráðs og því sem fellur hér undir. Sá málaflokkur nam 426 milljónum en fór 42 milljónir umfram áætlun og það sem hefur helst áhrif eru alþingiskosningar sem ekki var gert ráð fyrir, komu óvænt. Það eru veikindalaun, það eru starfslok starfsmanna, þannig að það verður til svokallað svona afsakislettuna forseti svona overlapp sem þarf að klára. Hækkun á greiðslum sem var ekki gert ráð fyrir í
bara voru mistök við fjárhagsáætlun að gera til bæjarstjórnar og bæjarráðs, þau laun hækka 2 ári, þau voru ekki inni og auk annara kjarasamsbundinna launahækkana og starfsmat sem voru nokkuð margir starfsmenn á sviðinu sem farin í það og það var alveg ár aftur í tíma, þannig það var á öllu árinu, þannig að það kallaði á tölverða aukningu á kostnaði. En við erum búin að fara yfir lífeyrisskuldbindingu og fjármagnsliði og það langar mér að fara í rekstrarniðurstöðu Hafnarsjóðs sem 130 milljónir krónur betri en gert var ráð fyrir í áætlun. Gert var ráð fyrir rekstrarhalla vegna mikilla gjaldfærða framkvæmda tengda styttingu Hörgaragarðs sem var svo ekki farið í vegna þess að staðan var náttúrulega þannig eins og við þekkjum öll að samgönguáætlun var ekki samþykkt og það var einhvern veginn ekki hægt að fara af stað með þetta verkefni fyrir að fá tryggingu fyrir fjármagninu og þáttöku ríkisins í því og þá eru tekjurnar 142 milljónir umfram áætlun vegna aukin umsvifa sem kallar á frekari launakostnað en launin eru 43 milljónir yfir áætlun, lífeyrisskuldbindingin 18 milljónir undir áætlun og annar ekstra kostnaður 9 milljónir undir áætlun á höfninni. Þá það Herjólfur OHF, aðalfundur Herjólfs verður haldinn á milli umræðna en Herjólfur B-hlutafyrirtæki sveitarfélagsins og hluti af samstæðureikningi Vestmannaeyjabæjar. Áhrif félagsins á rekstrarniðurstöðu samstæðureikningsins í ár eða fyrir 2024 eru jákvæður 98 milljónir. Það var áætlaður slippur á þessu ári en af því varð ekki og mér skilst það að sé vera stefna að fara núna í apríl-maí í slipp. Þannig að þetta ár verður töluvert þyngra í rekstri Herjólfs. Ef við förum þá aðeins í efnahaginn, þá eru eignir samstæðurnar í árslok voru rúmlega 18 milljarðar og tæplega 550 milljónir og hækkuðu milli ára 7%, þar af hækkuðu fasta fjármunir 8,4% eða 1176 milljónir og alls námu fjárfestingar og framkvæmdir samstæður rúmum 1216 milljónir en 605 milljónir hjá A-hlutanum. Og það vert að vekja athygli á því að Vestmannaeyjabær náttúrulega ekki að taka lán og Vestmannaeyjabær þurfti heldur ekki að fara inn í þá fjármuni sem Vestmannaeyjabær á og lætur ávaksta, heldur voru allar framkvæmdar greiddar með rekstrinum, með afgangi rekstri. Þannig að það eitthvað sem við getum bara verið gríðarlega stolt af og ekki sjálfsagður hlutur að það gangi þegar við erum í fjárfestingum fyrir 1200 milljónir. Skuldir og skuldbindingar samstæðu A og B-hluta námu í árslok 2024 alls 6.437 milljónum og í lok ársins voru vaxtaberandi skuldir samstæðu með næsta árs afborgunum 208 milljónir. Aðalsjóður A-hlutin greiddu upp sína langtímaskuldir á árinu 2024 því orðin skuldlaus og einu langtímaskuldir sveitafélagsins liggja í félagslega íbúðakerfinu sem í B-hlutanum og stærsti hluti þeirra skulda ber 1% vexti. Lífeyrisskuldbindingin náttúrulega gríðarlega há hjá sveitafélaginu og hefur áhrif á skuldahlutfallið. Hún 4.855 milljónir króna og þetta auðvitað út af lífeyrisréttundum starfsmanna sveitafélagsins sem færður eru sem langtímaskuld í efnahag á grundvelli stærðfræðilegra úttektar sem tekin í árslok hvers árs og núna þá 24 og reiknum breyting á skuldbindingunni á árinu og gjaldfærið rekstrarreikningi. En skammtímaskuldir nema tæpum 1.061 milljón og þyngst vega aðrar skammtímaskuldir sem eru 1.036 og þar til dæmis eru viðskiptaskuldir på 570 milljónir, 226 milljónir ógreitt orlof, 570 milljónir, viðskiptaskuldirnar eru 227 milljónir, ógreitt orlof 7 milljónir, ógreittu vaskur 211 milljónir og svo Herjólfur þarna inni líka með sína, ég algjörlega búin að rugla þessu, afsakið, það fór byrja aftur. Það 570 milljónir í viðskiptaskuldir, 226 milljónir ógreitt orlof og ógreittu vaskur 7 milljónir og 211 milljónir Herjólfur. Eigið fé nemur rúmur 12 milljörðum. Veltufé frá rekstri í A og B-hluta eða samstæðinu 1.363 milljónir króna eða 14,3% í hlutfalli við rekstratekjur. Í A-hluta nam hlutfalli 13,4 eða 841 milljón. Handbætt fé frá rekstri nam rétt rúmum
1400 milljónum hjá samstæðinu og í A-hlutana handbært fé frá rekstri rétt tæpum 800 milljónum. Vaxtaberandi skuldir sveitarfélagsins eru mjög lágar eins og ég hef farið yfir áður og eiginfjárstaðan góð. Skuldaviðmið samkvæmt reglugerð er 19% hjá A-hluta en 22% hjá samstæðinni og skuldahlutfalli hjá A-hlutanum stendur í 105% og 68% hjá samstæðinni. Og auðvitað þegar við erum að tala skuldahlutfalli þá það lífeyrisskuldbindingin sem hefur gríðarlega mikil áhrif á að við erum þarna. Að því að eins og við komum fram áðan þá eru engar skuldir, vaxtaberandi skuldir á fjármálastofnunum hjá A-hlutanum. Eignir sveitarfélagsins eru góðar og nema núna 18,5 milljörðum. Þar að nema fasteignir og lóðir 10,8 milljörðum. Veitur, hafnir og gatnakerfi 3,9 milljörðum og skammtíma fjárfesting nemur 1,13 milljörðum. Og eins og ég kom inn á áðan þá var ekki þörf á fjármunum úr skammtíma fjárfestingarsjóði til að fjárfesta þessu ári, heldur var öll fjárfesting greidd með afgangi rekstri. Handbært fé samstæðunar í lok ársnam 624 milljónum. Handbært fé með skammtíma fjárfestingunni 1951 hjá samstæðinu en ef við tökum án Herjólfs þá eru 1584 milljónir. Og handbært fé bæjarins, ef við tökum Herjólf út fyrir sviga, hefur lækkað rúmlega 5 milljónum millir ára þrátt fyrir það að sveitarfélag hafi greitt 100 milljón króna staðfestingargjald í lok árs í almannavarnalögn sem að við gerðum ráð fyrir að þurfa að fara inn í sjóðin okkar til að taka fyrir, en það var til fyrir því bara á bókum sveitarfélagsins, þannig við þurftum ekki að gera það. Í skýringu 21 með ársreikningum farið yfir önnur mál og þar farið við tjón á vatnslögn NSL 3 og útboð vegna kaupa á almannavarnalögn og ljóst að tjónið á kaldavatnslögninni eins og hefur komið fram verulegt og mikilvægt að það skýrist eins fljótt og hægt hvernig því verði háttað að greitt verið fyrir þetta tjón sem var. Það það bil 1/4 að tjónamatinu hefur verið greiddur og var greiddur á þessu ári frá tryggingafélaginu en bærinn hyggst ásamt HSveitum höfða dómsmál á hendur útgerðaraðila og tryggingafélagi til að reyna að ná frekari bótagreiðslu vegna tjóns enda ekki eðlilegt né sanngjarnt að íbúar beri kostnað af þessu tjóni. Og svo varðandi NSL 4 sem almannavarnalögnin. Á árinu 2024 var farið í útboð vegna kaupa á þessari lögn og eins og áður kom fram var greitt staðfestingargjald á árinu 2024 en slík lögn algjörlega nauðsynlegt til að tryggja vatnsöryggi í Vestmannaeyjum og í kjörval þess forvals var auglýst eftir á EES-svæðinu og í upphaf árs 25 var gengið frá samningi við danska fyrirtækið NOVAF í Danmörku smíði og afhendingu slíkra lagnar og þetta eru sömu aðilar og eru með lögnina sem í sjónum núna, NSL 3 og gert ráð fyrir að lögnin verði afhent í byrjun ágúst 2026, mögulega aðeins fyrr en lögnin að fjármagnu að hluta af Íslenska ríkinu en við teljum nú að Íslenska ríkið að fjármagnana fulluleyti og við gefum þá kröfu ekkert eftir. Eins og fram hefur komið í þessari yfirferð endurspeglar ársreikningunni góðan rekstur og stöðu sveitarfélagsins. En nauðsynlegt þó að sýna áfram fram á aðgæslu við ráðstöfun skattfjár þrátt fyrir sterkan tekjugrunn sveitarfélagsins sem samanstendur af stöndugum sjávarútvegi, atvinnugreinum tengdum honum, nýfjárfestingum í landeldi, viðlagafjöru, blómlegri og ört vaxandi ferðaþjónustu og auðvitað góðri atvinnuþátttöku. Þýðingamikið að ríkið standi við sína skuldbindingar gagnvart sveitarfélögunum og verður það stór hluti af pólitíska starfi framundan að halda áfram að verja hagsmuni Vestmannaeyinga og sækja á ríkið réttláta ráðstöfun skattfé í landinu og að regluverk sé ekki íþyngjandi íbúum og atvinnulífi. Búið að leggja fram aftur frumvarp breytingu á jöfnunarsjóði sveitarfélaga og mikilvægt að fylgja eftir fyrri umsögnum framlög til Vestmannaeyjabæjar svo að varðandi ábendingar framlög til Vestmannaeyjabæjar svo þau skerðist ekki með breyttu kerfi. Mikilvægt að halda vel utan reksturinn svo hann verði áfram sjálfbær. En með þessum árangri sem við höfum þó náð og kemur fram í þessum ársreikningi getum við haldið áfram að byggja upp bæ sem eftirsóknarverður til búsetu og vinnu og framtíða uppbyggingar. Við munum halda okkur á þessari braut, vona ég, og halda áfram að vera ábyrg í ákvörðunum og með skýra framtíðarsýn. Ég vil þakka öllum sem hafa lagt sitt af mörkum til þessa góða árangurs og með samstilltu átaki tryggjum við að Vestmannaeyjar haldi áfram að vera öflugt og framsækið samfélag.
Takk fyrir þetta, Íris Róbertsdóttir. Áður en ég gef orði laust þá les ég svolhugandi innbókun. Íris Róbertsdóttir bæjarstjóri gerði grein fyrir ársreikningi Vestmannaeyjabæjar fyrir árið 2024. Í framsögu, jafnframt gerði hún grein fyrir helstu niðurstöðum reikningsins. Nú orðið laust þennan reikning. Eyþór Harðarson, gjörðu svo vel. Forseti, góðir bæjarfulltrúar. Ég vil byrja að þakka Írisi Róbertsdóttur bæjarstjóra fyrir góða yfirferð og starfsmönnum fyrir setningu á reikningnum. Við tökum nú til fyrri umræðu ársreikning. Við fyrstu sýn ég nokkuð ánægður með niðurstöðuna. Við eigum eftir að rýna í reikninginn áður en við afgreiðum hann endanlega í næsta mánuði þegar hann verður lagður fram til samþykktar. Þó við séum að horfa á reikning sem við getum verið ánægð með að mörgu leyti, þá fjara nú fljótt undan gleðinni þegar horft til þeirra útgjalda sem rekstri sveitarfélagsins fylgir og eru framundan. Og í ljósi fleiri loðnubresta en við eigum að venjast ljóst að reksturinn þyngist. Við eyðum ekki sömu króninni tvisvar sinnum og voru það ákveðin vonbrigði að þurfa að fresta stækkun Hamarsskóla á síðasta ári, en það var gert í ljósi hækkandi byggingakostnaðar auk þess sem núverandi eignir sveitarfélagsins kölluð á kostnaðarmiklar viðhaldsframkvæmdir. Einnig verður að teljast skynsamlegt að ráðast ekki í umfangsmiklar byggingaframkvæmdir á vegum sveitarfélagsins á meðan mikil þensla á þeim markaði. Ég ætla að leyfa mér að segja að bæjarstjórn og bæjarráð auk allra fagráða sveitarfélagsins hafa unnið vel saman við að reka bæjarfélagið á ábyrgan hátt. Auðvitað eru áherslur eitthvað misjafnar, en á heildina litið ég á þeirri skoðun að meirihlutinn hafi haft minnihlutann til skrafs og ráðagerða í flestum málum og líklega lykillinn að góðum ársreikningi. Förum betur yfir málið í seinni umræðu. En ég ætlaði að lesa upp hérna bókun og hún fór bara af skjánum hérna hjá mér. Ertu með bókunina á símanum? Ég ætla að reyna að lesa þetta hérna af símanum frá henni Margréti Rós. Þetta bókun frá okkur öllum hérna bæjarfulltrúum Sjálfstæðisflokksins. Fyrri yfirferð ársreikningsins gefur til kynna að reksturinn sé í jafnvægi. Ytri þættir hafa verið sveitarfélaginu hagfelldir. Vaxta umhverfi jákvæðari sem gefur hærri fjármagnstekjur ásamt hærri fjárframlögum frá jöfnunarsjóði. Aðhaldskrafa og varfærni í rekstri áfram afar mikilvæg og leggja bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins sem fyrr áherslu á það. Þetta ár og þau næstu verða öllu líkindum talsvert þyngri vegna nýrra kjarasamninga og sífellt vaxandi krafna betri og skilvirkari þjónustu samfélagsins ásamt uppsafnaðri viðhaldsstörf og ný framkvæmdum. Og undir þetta skrifa allir bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Eyþór Harðarson, Njáll Ragnarsson. Virðulegur forseti, ég vil til að byrja með þakka bæjarstjóra fyrir góða yfirferð á ársreikningnum og ég segi eins og Eyþór Harðarson bæjarfulltrúi að þetta lítur glæsilega út og við skulum vera minnuð þess þegar við erum hér í bæjarstjórn að ræða ársreikning sveitarfélagsins og fjármál sveitarfélagsins og þá erum við alltaf að sýsla með sameiginlega eignir okkar bæjarbúa, fjármuni sem við bæjarbúa leggjum inn í sveitarfélagið og eru hér síðan að koma í ljós hvernig okkur gengur að fara með þetta. Þessi reikningur, ég held að við getum öll hér í bæjarstjórn verið nokkuð stolt af því hvernig þessi reikningur lítur út.
Við erum með rekstrarniðurstöðu jákvæða í bæði A-hlutanum sem rekstur bæjarsjóðs og síðan í samstæðunni upp á tæpa 600 milljónir sem við erum að skila í afgang á samstæðunni og 350 milljón krónum fyrir ofar því sem við áætluðum í fjárhagsáætlun síðasta haust, þess að fyrir síðasta ár. Og fjárfestingageta sveitarfélagsins, hún afar sterk til og gerir okkur kleift að mæta þeim fjárfestingur sem að við höfum sannarlega áætlaða í framtíðinni, hvort sem að við erum að áætla uppbyggingu innviða í sveitarfélaginu og eignar okkar bæjarbúa, eða hvort við erum að takast á við einhver óvænt áföll, eins og var nefnt hérna áðan að við vitum að það er gríðarlega kostnaðarsöm vatnsleiðsla sem að hér í pípunum og við þurfum að undirbúa okkur undir að fara í það að panta hana og ganga frá henni og þá síðan eftir að koma í ljós hversu stór hluti þess mun lenda á bæjarbúum í stað þess að þeir sem ollu tjóninu komi nú einhvern veginn til móts við bæjarbúa og láti þá ekki allan þann kostnað velta yfir á bæjarbúa. Veltufé frá rekstri, það var bæjarstjóri fór ágætlega yfir það hérna áðan að veltufé frá rekstri A-hluta eru 840 milljónir og rúma 1300 milljónir í samstæðunni og handbært fé sem er 800 milljónir í A-hluta og 1400 milljónir í samstæðu. Þetta gerir það að verkum að greiðslustaða sveitarfélagsins gríðarsterk. En eins og alltaf að þá þarf að gæta varhugar í öllum okkar útgjöldum og halda áfram að sína ábyrga fjármálastjórnun við í rekstri sveitarfélagsins. En ég held að þessi ásetningur sem verður núna samþykktur, eða stendur núna til að samþykkja, hann gefur þess glögglega merki að sveitarfélagið afskaplega vel rekið og við erum vel í stakk búin til þess að takast á við þau verkefni sem að bíða okkur inn í framtíðina. Takk fyrir þetta, Njáll Ragnarsson. Vilja fleiri taka til máls undir þessum lið? Hildur Sólveig Sigurðardóttir, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, áheyrendur. Já, ég ætla bara að fá að byrja á að þakka bæjarstjóra fyrir bara greinagóða yfirferð og starfsmönnum og endurskoðendum Vestmannaeyjabæjar fyrir vinnuna í kringum undirbúning ársreiknings. Tek undir það sem hér hefur framkomið, við höfum séð það svartara og þetta mjög mörg jákvæð teikn í þessum ársreikning. Rúmlega 60 milljónir umfram áætlaðar útsvarstekjur þrátt fyrir loðnubrest sem mjög jákvætt, eignastaðan góð og auðvitað eins og við öll sem sitjum hér vitum að þá erum við öfundsverð af skuldastöðu sveitarfélagsins. Núna þegar verður landsþing í vikunni þá verður þið sæta stelpan á ballinu. En þetta undirstrikar einmitt mikilvægi þeirra aðferðafræði sem fjármálastjórnun sveitarfélagsins hefur iðkað að áætla tekjurnar varfærnislega að gagnvart þessum 60 milljónum. Ársreikningurinn endurspeglar ekki síst blómlegt og sterkt atvinnulíf sem auðvitað undirstaðan að þeirri þjónustu sem við fáum svo að veita og njóta og hversu mikilvægt það að við kjörnu fulltrúarnir missum ekki sjónar á því og styðjum við það. Og ég tel það vera sameiginlegan hljómgrunn allra bæjarfulltrúa sem hér sitja að styðja vel við öflugt atvinnulíf og það mín tilfinning að svo sé sannarlega. Og við höfum séð það á síðustu árum að hér eru öflug stórhuga fyrirtæki sem velja að veðja á framtíð Vestmannaeyja og það okkar að reyna að draga úr þröskuldum fyrir slíka aðila á sama tíma og við hugum að umhverfissjónarmiðum, landnýtingu og samfellu stóra verkefna við samfélagssýn sveitarfélagsins. Við höfum auðvitað rætt það hér á fundi bæjarstjórnar varðandi atvinnustefnu og ég hef sagt það og segi það aftur og mín persónulega skoðun að þeir kjörnu fulltrúar sem að sitja hverju sinni, þá náttúrulega bara fyrst og fremst að vera atvinnustefna þeirra að reyna að leggja sitt á vogarskálarnar, að draga úr hindrunum og flækjustigum því nóg af þeim. Og auðvitað líka ákveðin áhætta fólgin í rauninni löggjafanum hverju sinni og við þekkjum það auðvitað hér að það eru lagabreytingar sem að hafa
gert sveitarfélögunum þyngra og erfiðara fyrir þar sem verið að setja dýrar og stundum óraunhæfar kvaðir á sveitarfélögin og þetta tilfinning mín gagnvart næstu árum sú að mögulega verði settar erfiðar og þungar kvaðir á þau atvinnufyrirtæki sem að við erum að reiða okkur að stóru leyti á og það eitthvað sem að við þurfum að fylgjast vel með og verja eftir fremsta megni því að hagur þeirra öflugu einstaklingar sem eru hér að reka stór fyrirtæki hagur okkar. Það frábært að það sé hægt að reka sveitarfélagi þannig að afgangur frá rekstri standi undir framkvæmdum. Þannig var það auðvitað gert í langan tíma og glöð að heyra að sá taktur sé. Og við sjáum auðvitað enn og aftur hversu miklu máli það skiptir að verja sjóðina og þar með þær fjármagnstekjur sem sveitarfélagi fær til að eiga einmitt auðveldara með að standa undir framkvæmdum. Og ég vil líka taka fram hér í pontu, ég hef verið duglega að láta vita þegar að það gengið á sjóði sveitarfélagsins á milli ára en stend hér og lýsi mikil ánægju minni yfir því að svo ekki á þessu ári að þeir standi í stað milli ára og það líka jákvætt teikn. En ég hef líka fulla trú líkt og bæjarfulltrúi Eyþór Harðarson að óþreytandi áminningar frá fulltrúum Sjálfstæðisflokksins hafi vissulega lagt sín lóð á þær vogarskálar. Ein spurning sem ég kannski vildi beina til bæjarstjóra þar sem að ég var bara sá núna við yfirferðina og það gagnvart stöðugildum. Þeim fjölgar 17, ég gerir ráð fyrir að hluti þeirra útskýrist væntanlega fjölgun starfsmanna og kirkjugerði vegna fjölgunar leikskólaplássa en ef að bæjarstjóri með einhver frekar svör við því þá bara annars get ég líka alveg beðið fram að næsta fundi en vildi bara minnast á það. Takk fyrir. Takk fyrir þetta. Hildur Sólveig Sigurðardóttir, vilja fleiri taka til máls? Helga Jóhanna Harðardóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ég vil byrja að þakka bæjarstjóra Írisi Róbertsdóttur fyrir greinargóða yfirferð á ársreikningnum og í morgun hittist bæjarráð og bæjarstjórn þar sem farið var vel yfir ársreikninginn og rýnt í einstaka þætti hans og það alltaf mjög gott að geta sem bæjarfulltrúi fengið tækifæri til þess að fá kynningu frá endurskoðendum og því starfsfólki sem vinnur að þessum ársreikningi. Og það fram að tækifæri til þess að spyrja einhverja spurninga vakna, þannig að ef manni vantar skýringar á einhverjum þáttum. Þannig að ég vil þakka þeim sem unnið þessum ársreikningi fyrir góða vinnu og ég get ekki annað sagt að ég sé afar ánægð með þessa útkomu. Við erum vel rekið sveitarfélag og megum við svo sannarlega státa okkur af því. Fjárhagsstaðan sterk, framtíðin björt og það mikil uppbygging í gangi í Vestmannaeyjum og merkilegt nokk þá erum við í mikil uppbyggingu og það án þess að fara í lántöku. Með ábyrgri stjórn og stöðugri þróun þá getum við tryggt áframhaldandi velferð og vöxt í bænum okkar. Takk fyrir þetta, Helga Jóhanna Harðardóttir. Vilja fleiri taka til máls undir þessum lið? Gjörðu svo vel. Forseti, ég vil þakka bæjarstjóra Írisi Róbertsdóttur fyrir góða yfirferð en einnig þakka starfsfólki fyrir þá miklu og vöndu vinnu sem hér liggur að baki. Það ánægjulegt að sjá hve afar góð rekstrarniðurstaðan í samstæðunni. Jákvæð niðurstaða A-hlutans sýnir að rekstur bæjarins sjálfbær þrátt fyrir erfitt rekstrarumhverfi sveitarfélaga. Sveitarfélagið hefur sterkan fjárhagslegan grunn en margir utanaðkomandi þættir geta haft áhrif á tekjur og gjöld og því mikilvægt að halda áfram að vera varfærin. Ábyrg og fagleg fjármálastjórnun hefur einkennt þennan meirihluta og mun engin breyting verða þar á. Ársreikningurinn endurspeglar vel fjárhagslegan styrk sveitarfélagsins sem vel í stakk búið að standa undir framtíðar uppbyggingu. Ég líti jákvætt á framtíðina og tel okkur vera að leggja grunn að sterkar og betri framtíð fyrir samfélag okkar alltaf með hagsmuni íbúa að leiðarljósi. Forseti, mér leiði alltaf að lesa bókun og fulltrúi Eva Hólstad. Rekstrarniðurstaða Vestmannaeyjabæjar árið 2024 afar góð.
Niðurstaða samstæðu bæjarins A og B hluta er jákvæð 597 milljónir króna sem er 346 milljónir króna umfram áætlun. Rekstrarafkoma A hluta er jákvæð 282 milljónir króna og 426 milljónir króna fyrir afskriftir og fjármagnsliðið sem sýnir að rekstur bæjarins er sjálfbær í erfiðu rekstrarumhverfi sveitarfélaga. Fjárfestingar bæjarins hafa aukist á árinu og þær hafa allar verið fjármagnaðar af eigið fé og ekki hefur komið til lántöku. Undanfarin ár hefur markvisst verið unnið að því að greiða niður skuldir bæjarsjóðs sem gerir það að verkum að skuldastaða bæjarins er töluvert betri en flestra annarra sveitarfélaga. A-hluti, sveitasjóður, er skuldlaus við fjármálastofnanir. Ársreikningurinn endurspeglar vel fjárhagslega styrk sveitarfélagsins sem er vel í stakk búið að standa undir framtíðar uppbyggingu. Blikur á lofti í fjármáli sveitarfélaga og margir utanaðkomandi þættir geta haft áhrif á tekjur og gjöld bæjarins. Því ber áfram að gæta aðhalds í rekstri bæjarins. Samhliða sterkri fjárhagsstöðu höfum við ekki setið auðum höndum. Mikil uppbygging er í gangi í Vestmannaeyjum og framtíðin er björt fyrir samfélagið okkar. Við erum staðráðin í að efla innviði, bæta þjónustu og styðja við atvinnulífið og velferð allra bæjarbúa. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Jóna Sigríður. Vilja fleiri kveðja sér hljóðs? Íris Róbertsdóttir, bæjarstjóri, gjörðu svo vel. Forseti, ég ætla að byrja á því að bregðast aðeins við því sem bæjarfulltrúi Eyþór Harðarson sagði hér uppi í ræðu og ég ætla bara að segja tími til komin að þeir sem alltaf samþykkja fjárhagsáætlun hrósi sér líka fyrir ársreikning. Ársreikningur byggir auðvitað á fjárhagsáætlun og ég bara held að við séum bara stolt af því sem bæjarstjórn hér að skila þessum ársreikningi að því meirihlutin er ekki einn að skila ársreikningi í fjárhagsáætlun sem allir samþykkja. Þannig ég er bara ánægð með þetta viðhorf og fólk á að hrósa sér fyrir það sem er vel gert. En ég tek líka undir það, eins og ég fór aðeins inn á í framsögunum minni og bæði fulltrúi Eyþór Harðarson og Hildur Sólveig Sigurðardóttir komið bæði inn á. Það eru auðvitað ákveðnar áhyggjur varðandi hvort það sé verið að fara í mjög miklar kerfislega breytingar hérna. Og það getur haft mikil áhrif á okkur. Við höfum oftar en einu sinni rætt það að ef við tökum veiðigjöldin sem dæmi þá eru veiðigjöldin í mínum huga landsbyggðarskattur og þau hafa lent mjög illa og þau lenda mjög misjafnlega á sveitarfélögum á landinu og það eru blikur þar á lofti, það eru blikur á lofti, mér skilst að ríkisstjórnin sé, ef hún var ekki bara að gera það í dag, að afgreiða frá sér enn einu sinni frumvarpið sýslumennina. Það er verið að jöfnunarsjóðurinn það mun hafa fjárhagslegar áhyggjur á okkur en vonandi ber þessi ríkisstjórn, ber henni gæfa til að einfalda einhverja ferla. Það var nú eitt af því sem ríkisstjórnarflokkurinn lagði á stað með. En það er samt jákvætt, það er verið að fara að taka aðeins á orkumálunum og það myndi náttúrulega hafa gríðaleg áhrif á þetta sveitarfélag þar sem orkukostnaðurinn hækkaði í kringum 40% á síðasta ári að ef að til dæmis meðan menn eru ekki ennþá, menn og konur búin að finna út úr því hvernig þeir ætla að bæta umgjörun okkar með að finna nýja leiðir til að kynda bæinn að lögbundin þjónusta fengi niðurgreiðslu. Við fáum niðurgreiðslu sem íbúðareigendur á húshitum. Sveitarfélagi fær það ekki. Reikningarnir eru gríðarlega háir fyrir þær byggingar sem við erum með. Þannig það eru blikur á lofti og svo ætla ég að fá að taka undir það varðandi loðnuna. Ég hef bara alveg hrikalar áhyggjur af því og við, eins og við margoft talað 1/3 kvótanum hér í Vestmannaeyjum og við höfum bara miklar áhyggjur af það ef við erum að fara að lenda í því trekk í trekk að það er bara brestur. Og svo skilum maður það ekki alveg hvernig þetta að fara í 900.000 tonna kvóta og 2 árum seinna 0. Þú veist, þetta er skrítið, það þarf einhvern veginn að gera betur þarna. Og ég voni ég fá einhver svör frá framkvæmdastjóra eða forstjóra Hafró sem ég er nú að fara að hitta á fundi á morgun með stjórnsamtak sjávarútvegssveitarfélaga. En ég held nú hann getur nú ekki svarað þessu en við þurfum að halda honum við efnið. En varðandi spurninguna, ég skal bara skoða þetta á milli, mér finnst þetta pínu skrítið í skýringunum. Það hafa engin stöðugildi verið samþykkt í stjórnkerfinu en auðvitað ráðum við ekki við, það varðar þetta ár það sem var samþykkt í fjárhagsáætlun og það er eitt stöðugildi sem bættist við í Herjólfi, þannig ég veit að kirkjugerðararninni en ég
bara mun skoða þetta á milli umræðuna og finnum út í hvort þetta sé að því starfsfólki fækkar en stöðugildum fjölgar. Þannig að við bara skoðum þetta og ég fæ að svara því á milli umræðuna. Og svo get ég nú ekki staðist freistinguna þegar var verið að tala að hrósa því og værum ekki að fara í sjóðina. En við verðum líka að skoða hvað var verið að framkvæma fyrir mikið á árunum undan. Það eru töluvert meira sem verið að framkvæma þessi ár heldur en var þegar var ekki verið að ganga inn í sjóðina. Það var alveg niður í 150 milljónir árið 2015 sko. Þannig að það mjög auðvelt að vera með afgang ef maður ætlar ekki að framkvæma neitt. Þannig að þetta er gríðarlega gott og auðvitað viljum við passa upp á þessar upp á sjóðina en ég hef áhyggjur af næstu árum. Það eru mikla framkvæmdir framundan og það er erfitt að halda í horfinu því sem við þurfum að gera og það styttist í það að við þurfum að fara í stórar framkvæmdir og meðal annars er það til umræðu hér og eftir sem varðar höfnina og það verður mjög erfitt að fara í gegnum það án þess að snerta sjóði eða taka lán. Það er bara umræða sem þarf seinni og mikið stærri tíma. Þannig að ef við ætlum að gera eitthvað annað í leiðinni þar að segja, við getum ráðið við þetta ef við ætlum bara að vera í hafnarframkvæmdum. Takk. Takk fyrir þetta. Íris Róbertsdóttir, vilja fleiri taka til máls undir þessum lið? Eyþór Harðarson, gjörðu svo vel. Forseti, góðir bæjarfulltrúar. Það er kannski rétt að nefna það úr því að bæjarstjóri Íris Róbertsdóttir fór að tala sjóðina í restina að ég hjó eftir því að meiri hlutinn hrósaði sig fyrir það áðan í bókun og í umræðum að vera búin að borga niður langtímalán sveitarfélagsins og ég hef nú alltaf litið á það að við værum skuldlaus þar sem að við áttum nú fyrir þessum lánum þannig að þetta var orðað dálítið þannig að meiri hlutinn væri búin að greiða niður langtímalánin en þetta var nú bara til á reikningum. Svona úr því að boltanum var kastað upp áðan af Írisi Róbertsdóttir, þá vildi ég koma þess að takk fyrir. Takk fyrir þetta, Eyþór Harðarson. Vilja fleiri taka til máls með leyfi varaforseta. Vildi ég rétt hér í lokin þá á þessari umræðu kvitta fyrir það að við getum auðvitað öll hér í þessum sal verið afar stolt af þessari niðurstöðu og það gleður mitt gamla hjarta að heyra í rauninni svona þrátt fyrir einhverjar smávægilegar pillur sem verða nú kannski eiginlega að fylgja þessu að hvaða ríki mikil samstaða í þessari bæjarstjórn öll grundvallaratriðin í rekstri bæjarins. Að hverju skuli stefnt, hvernig skuli rekstrinum yfir höfuð hagað. Það er eins og bæjarstjórinn Íris Róbertsdóttir bent á áðan að það er ekki langt síðan, það er tæplega 1,5 ár, rúmlega ár, síðan við öll samþykktum hér samhljóða rekstraráætlun fyrir árið 2024 sem við erum núna hér að fara yfir og það er auðvitað ánægjulegt að allar helstu lykiltölur eru betri en gert var ráð fyrir í þessari rekstraráætlun. Það er sömuleiðis ánægjulegt að segja að allar þessar sömu lykiltölur eru betri heldur en í þar síðasta ársreikningi. Engin lán hafa verið tekin og ekkert gengið á sjóði, allar framkvæmdir hafa verið greiddar með afgangi af rekstri og ég held að þessi aðalatriði í rekstrinum hljóta að vera öfundarefni flestra þeirra sveitarfélaga á Íslandi sem með einhverjum hætti eru sambærileg við það sem við erum að gera hér í Vestmannaeyjum. Þannig að ég vildi bara að þetta kæmi fram og sérstaklega undirstrika það að það er í rauninni engin ágreiningur hér á milli meiri hluta og minni hluta öll grundvallar sjónarmiðin í rekstri bæjarins, þó að það séu einstaka mál sem ágreiningur að þá lítur hann ekki að þeim aðalatriðum sem hér eru til umfjöllunar. Fleiri hafa sem sé ekki hvað til ljós í þessari umræðu og ég les þá lykiltölur úr ársreikningi áður en við ljúkum þessum dagskrárlið hér.
A. Ársreikningur sjóða í A-hluta 2024, afkoma fyrir fjármagnsliði, jákvæðum 173 milljónir, ég verður víst að lesa tölurnar nákvæmlega, 173 milljónir 46.000 krónur. Rekstrarafkoma ársins jákvæð 282 milljónir 155.000, niðurstaða efnahagsreiknings 15 miljardar 433 milljónir og 51.000. Eigið fé 8 miljardar 831 miljón 989.000. Samstæða Vestmannaeyjabæjar, afkoma fyrir fjármagnsliði jákvæð 510 milljónir 233.000. Rekstrarafkoma ársins jákvæð 597 milljónir 207.000. Niðurstaða efnahagsreiknings 18 miljardar 545 milljónir og 200.000. Eigið fé 12 miljardar 108 milljónir 501.000. B. Ársreikningur Hafnarsjóðs Vestmannaeyja 2024, afkoma fyrir fjármagnsliði 75 milljónir 887.000. Rekstrarafkoma ársins 111 milljónir 142.000. Niðurstaða efnahagsreiknings 2 miljardar 732 milljónir 375.000. Eigið fé krónur 2 miljardar 534 milljónir 863.000. Ársreikningur félagslegra íbúða 2024, afkoma fyrir fjármagnsliði 3 milljónir 235.000. Rekstrarafkoma ársins 0. Niðurstaða efnahagsreiknings 902 milljónir 394.000. Eigið fé neikvætt 50 milljónir 568.000. D. Ársreikningur fráveitu Vestmannaeyja 2024, afkoma fyrir fjármagnsliði 128 milljónir 140.000. Rekstrarafkoma ársins 103 milljónir 437.000. Niðurstaða efnahagsreiknings 829 milljónir 176.000. Eigið fé 586 milljónir 329.000. E. Ársreikningur vatnsveitu 2024, afkoma fyrir fjármagnsliði 0, rekstrarafkoma 0. Niðurstaða efnahagsreiknings krónur 449 milljónir 297.000, eigið fé 0. F. Ársreikningur Vestmannaeyjaferjunnar Herjólfs ohf. 2024, afkoma fyrir fjármagnsliði 92 milljónir 294.000. Rekstrarafkoma ársins 98 milljónir 299.000. Niðurstaða efnahagsreiknings 577 milljónir 518.000. Eigið fé 366 milljónir 653.000. Ársreikningur Náttúrustofu Suðurlands 2024, afkoma fyrir fjármagnsliði neikvæð 10 milljónir 606.000. Rekstrarafkoma ársins neikvæð 10 milljónir sömu tölu 606.000. Niðurstaða efnahagsreiknings krónur 28 milljónir 502.000 og eigið fé 27 milljónir 440.000. H. Ársreikningur Eyglóar Eignarhaldsfélags ehf. 2024, afkoma fyrir fjármagnsliði 15 milljónir 735.000. Rekstrarafkoma ársins neikvæð 13 milljónir 432.000. Niðurstaða efnahagsreiknings 756 milljónir 452.000. Eigið fé neikvætt 37 milljónir 704.000. Ég vona að ég hafi komist skamlaust í gegnum þessa talnasúpu og við göngum þá til atkvæða þeir bæjarfulltrúar sem samþykkja að leggja ársreikninginn fram til endurskoðunar og til annarar umræðu, gjöru svo vel og gefa merki. Og það samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Og þá tekið fyrir annað mál á dagskrá, umræða samgöngumál. Íris Róbertsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ég ætla að fá að fara bara aðeins yfir stöðun á Landeyjahöfn. Hún har verið í samskiptum við Vegagerðina varðandi stöðun í Landeyjahöfn. Álfsnesið farið til Þorlákshafnar og búið að dýpka í bili. Það er aldrei búið en bara í bili. Það er orðið 8 metra dýpi á milli garðana og skipið verður til taks bara leið og áþarf að halda, en Herjólfur komið með fulla áætlun og bara hafnarminni bara orðið fínt. En það auðvitað
koma reglulega brælur og alls sem bara koma leið og þörf á, en við vonum það samt að þetta tímabil þar sem höfnin lokast að það sé bara búið á þessu ári, eða þennan veturinn, og þeir binda vonir við það hjá Vegagerðinni. En dýpkunin gekk ágætlega, en svo erum við á leið í útboð, þannig að það verður forvitnilegt að sjá það, og ég er búin að óska eftir því að verði haft samráð við okkur hér og í bæjarráð, og þeir munu gera það og ég mun taka það inn í bæjarráð. Varðandi flugið, bæjarráð á ekki fundunum í morgun heldur síðasta fundi, óskaði eftir því að hér yrði flogið út marsmánuð að minnstakosti. Svo ég hef útskýrt fyrir ykkur áður, þá þessar framlengingar í 2 vikum. Þetta er pínu sérstakt að útskýra þetta ríkisútboð sem til 3 mánuðir og til 3 ára, og það hægt að framlengja 2 vikur í senn, öðru hvoru megin við. Og það á að tengjast í að höfnin sé lokuð eða lítið siglt og vera að fara í Þorlákshöfn, og við fengum náttúrulega í fyrra skiptið, þá var brugðust mjög fljótt við og við fengum framlenging 2 vikur enda höfnin lokuð. Í seinna skiptið að þá var það þannig að ég fekk móttekið og við fengum, eða Drífa fekk móttekið svona eiginlega bara daginn eftir að síðasta vélan átti að fara. Þannig við svo sem vissum það að rökin við værum orðin með minni rök, vegna þess að það er svo ótrúlega vilt til að þetta 3 mánaða tímabil byggir á þjónustukönnun við Vestmannaeyinga. Vestmannaeyingar sögðust ekki þurfa að nota flugið rosa mikið í þessari þjónustukönnun. Ég vil láta að gera hann aftur, þannig að við útskýrum það að Eyþór fór nú í gegnum það að þeir væri að vera svona að gera kannanir, við reyndum alltaf að vera best, þannig ég hugsa einhver hafi misskilið hvað það átt að segja í þessari könnun. Að því við höfum verið að berjast fyrir því að þetta sé í minnstakosti hálft ár, og ég er búin að vera í samskiptum við þau á Húsavík og fleiri sem Ísafjörður núna komin í eitthvað limbó, og það bara, það þarf bara að bjóða allt þetta innanlandsflug, ríkisstyrktarflug út í einum pakka. Til þess að sé alvöru rekstraraðili og við séum ekki hér á milli með 9 setta vélar. En það eru ákveðna blikur á lofti og áhyggjur. Norrland að búið að kaupa mýflug og svona það ýmislegt í gangi í þessum business. En allavega það voru í lofti. Höfnin vonandi bara komin í góðan gír og við verðum allavega glöð í nokkra mánuði hérna, eins og mennilega áður fjörið byrjar aftur. En svo þarf ég ætla að klikka út með því, það þarf að klára þessa höfn. Við segjum þetta hver einasta ári. Takk fyrir þetta, Íris Róbertsdóttir. Áður en ég gef orðið laust, þá les ég svofellda innbókun. Bæjarstjóri fór yfir stöðuna á Landeyjahöfn og samkvæmt upplýsingum frá Vegagerðinni staðan á höfninni orðin góð. 8 metra dýpi í hafnaminninu, Álfsnesið hefur lokið dýpkun í bili en verður til taks ef á þarf að halda. Bæjarstjóri fór jafnframt yfir stöðuna á áætlunarfluginu, innviðaráðuneytið hefur móttekið bókun bæjarráðs áframhaldandi flug en ekki borist nein efnisleg svör við beiðninni. Ríkisstyrktu áætlunarflugi hefur því verið hætt. Orðið laust þetta mál, vill einhver tjá sig? Íris Róbertsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, afsakið, ég gleymdi að bæta við að munurinn á þessu núna, þessu flugi sem var hjá okkur í vetur og því sem við höfum verið að berjast fyrir undanfarna vetur, að þetta til 3 ára. Það áætlað að byrja aftur að fljúga 1. desember og fljúga til 1. mars með þessum framlengingar ákvæðum. Þannig við þurfum ekki að byrja í haust að reyna að biðja það að hingað væri flogið, en svo viljum við náttúrulega bara skora á þá sem að fljúga, að það hægt að fljúga á markaðslegum forsendum. Þú ert komið með þennan ríkisstyrk, að þá staðan þannig, þetta ekki eins og þau voru með COVID-vesenið og allt það, þú mátt bæta við flugferðum, þú mátt lengja tímabilið, en ríkisstyrkurum mun aftur koma inn 1. desember í síðasta lagi. Takk fyrir þetta, Íris Róbertsdóttir. Hildur Sólveig Sigurðardóttir, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og gestir, já, ég vildi kannski bara ræða tvennt allavega, annars vegar einmitt taka undir þetta eins og bæjarstjóri Íris Róbertsdóttir kom inn á varðandi markaðslegar forsendur, og við höfum náttúrulega verið að sjá í fleiri sveitarfélögum að það náttúrulega erfiðar aðstæður víða í innanlandsfluginu,
Ísafjörður það voru nú stór viðbrögð við því núna daginn hjá samgönguráðherra og svo búið að vera að fjalla Húsavík líka. Mér langaði kannski aðeins bara svona að spyrja bæjarstjóra Írisu Róbertsdóttur hvort það hefði átt sér eitthvað formlegt samtal milli sveitarstjóra í þessum sveitarfélögum gagnvart einhverju samtali við flugrekstraraðila eða eitthvað slíkt, bara hvort að það sé eitthvað svona verið að reyna að taka eitthvað svona sameiginlegt hagsmunasamtal gagnvart fluginu. Auðvitað sér maður líka vonandi fram á til framtíðar að mögulega verði þessi flugrekstur svona með breyttum orkugjafa ef sú þróun fer áfram inn í fluggeirann að muni auðvelda rekstraraðilum en við þurfum náttúrulega bara að bíða aðeins lengi eftir því. Þannig að við fundum það bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins sem voru viðteftir í Reykjavík að það var mjög fljótt uppselt í þessa 9 sæta vél og það líka þáttur að vera með stærri vélar, það mjög gjarnan í þau fáu flug sem þó hafa verið og við erum þakklátt fyrir að þá mjög gjarnan uppselt og augljóst að þörfin til staðar. Annað, ég vildi bara líka kannski nota tækifærið og þakka þingmönnunum Karli Gauta og Vilhjálmi Árnasyni fyrir þeirra framlagningu á frumvarpi gagnvart fjármögnun jarðgangna, jarðgangnarannsókna einmitt, lykilatriði. Þannig að bara mjög gott að sú umræða sé ennþá lifandi og það munum sé haldið við efnið og góð fréttaumfjöllun fyrir stuttu síðan þar sem var verið að rifja upp ummæli oddvita allra framboða á fundinum hér uppi í Höll í aðdraganda alþingiskosninga. Takk. Takk fyrir þetta, Hildur Sólveig Sigurðardóttir, Íris Róbertsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, við höfum ekki, svo ég svari spurningu Hildur Sólveigar Sigurðardóttur formlegan samráðsflöt, þá hefur hann ekki verið búinn til en við erum samt í samtali og það getur vel verið að við förum í svona, við förum sameiginlega fram í eitthvað en við megum aldrei gleyma því þetta ábyrgð ríkisins og við erum í hagsmunagæslunni og við tökum ekki á okkur að ræða við flugrekstraraðila eða neitt svoleiðis, það gerir ríkið en ég algjörlega sammála samt því að það skiptir máli við séum fleiri, við erum sterkari saman og það samtali sem í gangi. Við vorum 10 bæjarstjórar sem fórum inn á varðandi sjúkraflugi og lokum brautarinnar og það skilaði góðum árangri og vorum í samtali bæði við ríki og borg og að því við erum að ræða samgöngur þá get ég náttúrulega ekki jafna mig á því að það sé innan gæsalappa með leyfi forseta, vitni í bókun ekki í þágu borgarbúa. Það náttúrulega algjörlega ótækt að við sitjum uppi með borgarstjórn og meirihluta sem telur það ekki í þágu borgarbúa hægt sé að fljúga til Reykjavíkur hvorki áætlun og flugun í sjúkraflug. Þetta náttúrulega ég bara vil trúa því að þau hafi ruglast. Að því ég trúi því ekki að þetta sé, og ég trúi því alls ekki, að þetta sé raunveruleg sýn Reykvíkinga á það hvernig á að halda upp í samgöngum í þessu landi. Að því maður hefur smá ábyrgð, þetta eins og að vera stóri bróðir, þú ert höfuðborg. Þannig þú hefur ábyrgð gagnvart okkur öllum og það verða fullt að tekjum til að því þú ert höfuðborg og þú hefur bara ábyrgð. Og svo það eitt sem við þurfum náttúrulega að fylgja eftir sem í framlagningu hjá jöfnunarsjóðnum, það í nýja frumvarpinu höfuðborgarálag og ég kallaði nú eftir því á fundi þegar var verið að kynna þetta fyrir sveitarstjórum að mér finnst nú algjört lágmark að það yrði útskýrt. Ef það á að fara að setja fjármagn í það sé höfuðborgarálag, hvað erum við að fá fyrir peningin? Það þarf auðvitað að skilgreina það. En bara, við verðum að fylgja svo eftir með flugið að ég hef bara áhyggjur af því að bitarnir séu of litlir til þess að rekstraraðilar geti tekið einn og einn bita. Takk. Takk fyrir þetta, Íris Róbertsdóttir. Fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs og umræðu lokið. Þá tekið fyrir þriðja mál á dagskrá. Eygló eignarhaldsfélag ljósleiðaravæðingu í Vestmannaeyjum. Fyrir fundinum liggur svofelld afgreiðsla frá stjórn félagsins samþykkt á stjórnarfundi 13. mars síðastliðinn. Stjórn Eyglóar samþykkir samhljóða að leggja til við bæjarstjórn að eignir Eyglóar verði auglýstar til sölu og að stjórn félagsins fái umboð til þess að ganga frá fyrirvörum og skilyrðum
sem stjórn telur eðlilegt að setja við slíkt útboð. Fáist raunhaft tilboð í eignir félagsins, gangi stjórn til viðræðina við hæstbjóðanda og leggi endanlegt kauptilboð fyrir bæjarstjórn til samþykktar. Orðið er laust þetta mál. Njáll Ragnarsson, gjörðu svo vel. Forseti, eins og kom fram í máli forseta að þá liggur fyrir fundinum hér í dag fundargerð Eyglóar EHF frá 13. mars afsakið, þar sem að stjórn félagsins gerir það tillögu til bæjarstjórnar að henni verði falið að auglýsa eignir félagsins til sölu með þeim skilyrðum og fyrirvörum sem að eðlilegt þykir að setja slíkt útboð. Og ég ætla ekki að fylgja þessari tillögu eftir í löngu máli, en eins og bæjarstjórn er fullkunnugt að þá var farið í samruna þá var farið í viðræður við Mílu kaup á eignum félagsins, og í kjölfar þess að Samkeppniseftirlitið ákvað að fara í frekari rannsóknir og ítarlegri samrunarannsókn, að þá var ákveðið í 13. febrúar síðastliðnum að falla frá sölunni og tilkynna það til Samkeppniseftirlitsins. Við höfum alveg rætt það hér áður og öllum er það ljóst að ástæða þess að Vestmannaeyjabær fór í þetta verkefni var af illri nauðsyn, þar sem ekki voru fjarskiptafyrirtæki sem voru tilbúin til þess að koma í þetta verkefni í Vestmannaeyjum, og þar af leiðandi þurfti bærinn að fara í það sjálfur. Nú er aftur á móti mjög breyttar forsendur og ljóst að fleiri en 1 og fleiri en 2 mögulega fjarskiptafyrirtæki hafa áhuga á því að nálgast kerfið og koma hingað og halda áfram uppbyggingu á því og reka kerfið, að þá telur stjórn félagsins það vera skynsamlegast í stöðunni að fara núna í það að auglýsa eignirnar til sölu og bjóða þá bara hæstbjóðanda til viðræðna. Og ég held að slíkt sé bara framfara spor fyrir bæði sveitarfélagið, rekstur þess og íbúa í Vestmannaeyjum, að við könnum það hvort að það fáist eðlilegt verð fyrir þessar eignir í opnu útboði, þannig að sem allir geta þá komið og boðið í þær og ég held að það sé rétt að bæjarstjórn samþykki það að fara í þessa vegferð. Við vorum hér með fyrr á fundinum umræðu ársreikning og fjárhagslega stöðu sveitarfélagsins, og ég held að það með því að losa þessar eignir út úr rekstri sveitarfélagsins, að þá getum við enn fremur aukið fjárfestingargetu okkar til þess að takast á við þau verkefni sem að við eigum að sinna lögum samkvæmt. Takk fyrir þetta. Njáll Ragnarsson, vilja fleiri taka til máls undir þessum lið? Ef ekki, þá er umræðu lokið og við göngum til atkvæða. Þeir bæjarfulltrúar sem samþykkja fyrirliggjandi tillögu stjórnar félagsins gjöru svo vel að gefa merki. Tillagan er samþykkt með 9 samhljóða atkvæði. Þá er tekið fyrir 4. mál á dagskrá, kosning í ráð og nefndir og stjórnir samkvæmt 42. grein bæjarmála samþykktar Vestmannaeyjabæjar. Í fyrsta lagi þá er gerð tillaga að skipa Hrefnu Jónsdóttur sem formann í fjölskyldu- og tómstundaráði fyrir Hildi Rún Róbertsdóttur sem hefur óskað eftir tímabundnu leyfi frá störfum í nefndinni. Einnig er gerð tillaga að Salóme Ýr Rúnarsdóttir komi inn í ráðið sem aðalmaður. Orðið er laust þessa tillögu. Enginn hefur kvatt sér hljóðs og er umræðu þá lokið og gengið til atkvæða. Þeir bæjarfulltrúar sem samþykkja fyrrgreinda tillögu gjöru svo vel að gefa merki og hún er samþykkt með 9 samhljóða atkvæði. Í öðru lagi er gerð tillaga að skipa eftirtalda aðila í skólanefnd Framhaldsskóla Vestmannaeyja til 4 ára, aðalmenn Helga Jóhanna Harðardóttir, Leifur Jóhannesson, varamenn Kári Bjarnason og Silja Rós Guðjónsdóttir. Orðið er laust. Enginn kveður sér hljóðs. Við göngum til atkvæða. Þeir bæjarfulltrúar sem samþykkja fyrrgreinda tillögu gjöru svo vel að gefa merki. Hún er samþykkt með 9 samhljóða atkvæði.
Þá í þriðja lagi gerð tillaga að skipa eftirtalda aðila í stjórn Herjólfs til 1 árs, aðalmenn Páll Skeving, formaður, Rannveig Ísfjörð, Sigurbergur Ármannsson, Helga Kristín Kolbeins, Björg Þórðardóttir, varamenn Sæunn Magnúsdóttir og Einar Gunnarsson. Orðið laust þessa tillögu, engin kveður sér hljóðs og umræðu lokið og gengið til atkvæða. Þeir bæjarfulltrúar sem samþykkja þessa tillögu gjöru svo vel að gefa merki og hún samþykkt með 9 samhljóða atkvæði. Já, gjöru svo vel, fyrirgefðu, Hildur Sólveig Sigurðardóttir gerir grein fyrir atkvæði sín. Forseti, bæjarfulltrúar og gestir, já, ég ætla bara að fá við tækifærið að fá að þakka fráfarandi fulltrúum Guðlaugi Friðþórssyni og Agnesi Einarsdóttur sem hafa verið og setið í stjórn félagsins að ég held nánast frá, síðan 2018 eða svo og bara staðið sig greiðlega vel og ég vil bara fá að þakka samstarf við þau og þeim vegna vel í framtíðarverkefnum og bjóða nýjum stjórnarmeðlum velkomna. Takk. Takk fyrir þetta, Hildur Sólveig Sigurðardóttir. Ég biðst afsökunar á því að fara hér býsna hratt yfir sögun. Njáll Ragnarsson vill líka gera grein fyrir atkvæði sínu. Gjörðu svo vel. Forseti, þetta farið að minna á fundi í bæjarráði þar sem að sagt ykkur sem vil ræða þetta, svo ekki. Ég tek undir með bæjarfulltrúa Hildur Sólveig Sigurðardóttir. Ég þakka Lauja og Öddu kærlega fyrir góð störf í þágu félagsins og þágu bæjarbúa. Laugi búinn að vera í stjórn félagsins síðan 2019 og Adda að ég held síðan 2020 allan síðan 2019. Og þetta óeigingjarnt starf sem að þau hafa unnið í þessari stjórn og ég óska sömuleiðis nýjum fulltrúum í stjórn félagsins velfarnaðar í sínum störfum. Takk fyrir þetta, Njáll Ragnarsson. Það hlaðast hér bæjarfulltrúarinn á mælendaskrá. Núna Íris Róbertsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ég bara tek undir það sem sagt og þakka þessum sem að víkja stjórninni fyrir þeirra störf og bara býð þá velkomna sem að koma inn. Þetta mikilvægt starf og það líka bara rosa gott að þessi ákvörðun sem við tókum að í þessari stjórn sæti ekki kjörnir fulltrúar og ég held að það sé góð ákvörðun og stjórnin fjölbreytt og vel samsett eins og hún hefur verið hingað til. En ég vildi nú koma upp til þess að segja að eins og ég fór aðeins inn á áðan að aðalfundur Herjólfs haldinn núna á milli umræðna og þá mun þessi tillaga, mun ég leggja hana fram sem handhafi hluta bréfsins, þessa tillögu hverjir verða í stjórninni og auðvitað það aðalfundur Herjólfs sem kýs þessa stjórn. Þetta tillaga bæjarstjórnar og gert samkvæmt bæjarmála samþykkt að stjórnin sé valin hér. Takk fyrir þetta, Íris Róbertsdóttir, Gísli Stefánsson, gjörðu svo vel. Já, forseti, ég tek bara undir það sem hefur komið fram hér áður með stjórn Herjólfs, mikið af flottum einstaklingum sem eru komin þar inn og þökkum þeim fyrir sem að ljúka störfum þar. Langaði líka aðeins að koma bara inn á það breytingar sem að verða í fjölskyldu- og tómstundaráði. Úr því sem þá það bara mjög ánægilegt að Hrefna komið þarna inn sem formaður og ég held að við erum búin að sitja saman í þessu ráði bara frá því að, við komum þarna bæði inn 2018 og hún bara vel fær í það. Einmitt gott að fá Salóme Ýr hérna líka en ég vona náttúrulega bara að Hildur komi aftur sem fyrst og í hvaða formi eða á hvaða tíma sem það verður og óska henni bara velfarnaðar. Takk. Takk fyrir þetta, Gísli Stefánsson, og nú hafa ekki fleiri bæjarfulltrúar hvatt sér hljóðs undir þessum lið. Og þá tekið fyrir 5. dagskrármálið sem fjölskyldu- og tómstundaráð, fundur númer 312. Þar liggja liðir 5.1 til 5.4 fyrir til upplýsinga. Þá tekið fyrir 7. dagskrármálið, umhverfis- og skipulagsráð Vestmannaeyja, fundur númer 416, liður 6.1, miðgerði, deiliskipulag, liggur fyrir til staðfestingar. Orðið laust þennan lið og enginn kveður sér hljóðs. Þá göngum við til atkvæða. Nei.
Og þá göngum við til atkvæða. Þeir bæjarfulltrúar sem samþykkja deiliskipulagið, gjöru svo vel, við gefum merki. Það er samþykkt. Já. Nei, það er verið að samþykkja það að auglýsa þetta deiliskipulag. Og þeir sem samþykkja það, gjöru svo vel að gefa merki og það er samþykkt með 9 samhljóða atkvæða. Þá er komið að lið 6.2 í sömu fundargerð ásamar 75-77 og það er tillaga að breyttu deiliskipulagi ásamar 1-75 liggur fyrir til staðfestingar að 9 vegna misfellu í gögnum frá skipulagsfulltrúa. Þetta mál var tekið hér fyrir á síðasta fundi bæjarstjórnar. Orðið er laust, engin kveður sér hljóðs og þá göngum við til atkvæða. Þeir bæjarfulltrúar sem samþykkja þessa breyting á deiliskipulagi gjöru svo vel að gefa merki. Og hún er samþykkt með 9 samhljóða atkvæði. Þá er tekin fyrir liður 6.5 gjaldskrár umhverfis og framkvæmdasviðs fyrir 2025 liggur fyrir til staðfestingar. Þetta er sömuleiðis lagt aftur fyrir bæjarstjórn vegna villu í gögnum sem voru hér á síðasta fundi. Orðið er laust þetta. Engin kveður sér hljóðs og þá göngum við til atkvæða. Þeir bæjarfulltrúar sem samþykkja gjaldskrána gjöru svo vel og gefa merki. Og hún er samþykkt með 9 samhljóða atkvæði. Liðir 6.3 til 6.4 og 6.6 liggja fyrir til upplýsinga. Þá tökum við fyrir 7. dagskrármálið sem er bæjarráð Vestmannaeyja, fundur númer 3231, liðir 7.1 til 7.9 liggja fyrir til upplýsinga. Og þá tökum við fyrir 8. mál á dagskrá þessa fundar sem er framkvæmt á hafnarráð Vestmannaeyja, fundur númer 317. Liður 8.1 gjaldskrá fyrir Vestmannaeyjahöfn 2025 liggur fyrir til staðfestingar. Orðið er laust þetta, engin kveður sér hljóðs. Þeir bæjarfulltrúar sem samþykkja þessa gjaldskrá gjöru svo vel og gefa merki. Hún er samþykkt með 9 samhljóða atkvæði. Þá er tekið fyrir liður 8.2 í sömu fundagerð, erindi frá Laxey sem liggur fyrir til staðfestingar. Jóna Sigríður Guðmundsdóttir óskar eftir að víkja af fundi og það er samþykkt. Orðið er laust þetta mál. Vill einhver tjá sig? Svo er ekki og þá göngum við til atkvæða. Þeir bæjarfulltrúar sem samþykkja þetta erindi gjöru svo vel og gefa merki og það er samþykkt með 9 samhljóða 8 samhljóða atkvæðum, afsakið. Og þá kemur Jóna Sigríður Guðmundsdóttir aftur inn á fundinn og þá tökum við fyrir lið 8.3 í þessari fundargerð sem er stórskipakantur, athuganir og rannsóknir. Þessi liður liggur fyrir til umræðu. Orðið er laust og Íris Róbertsdóttir hefur beðið orðið. Forseti, ég verð að segja eins og er að ég var fagnaði því að þessi úttekt eða skýrsla liggur fyrir. Þessi frumathugun, ég satt í framkvæmda hafnaráði 2010 til 2014 og þá var verið að ræða þessa hluti ansi mikið og þá lágu fyrir ákveðin gögn og svona til þess að skoða ákveðna kosti utan eyðis og ýmislegt annað og það er ágætt að maður sér það í skýrsluna, það er vitnað til þess að þau nýttust mjög vel við þessa vinnu, þau gögn. En það sem að mér finnst náttúrulega jákvætt er að þetta er komið svolítið af stað aftur. Þetta eiginlega stoppar svolítið þarna á þessum tíma bara út af allavega ástæðum örugglega. En nú er þetta komið í gagnið aftur og það er verið að skoða þarna nokkra kosti og ráðið sem að ég get bara verið sammála. Þú veist, er náttúrulega þetta hrifnast af kanti utan eyðis og og ég tek bara undir það, en eins bara spennandi það er og bara, það er líka bara frátafurnar og allt þetta, þá er þetta náttúrulega langt dýrasti kosturinn líka og það er mikilvægt að ef að þetta á að ganga upp
þá þurfum við enn meiri umsvif en fylgja landeldinu eins og komið Það þarf meira til þess að því þegar við sækjum í hafnabótasjóð og ætlum að fá mótframlag frá ríkinu þá þarf það að vera þjóðhagslega hagkvæmt, það þarf að ganga upp þannig við getum greitt framkvæmdina og svoleiðis og bara vonandi bara teikn á lofti í því og þess vegna get ég tekið undir það sem kom fram í máli Hildu Sólveigar Sigurðardóttur við umræðum ársreikninginn áðan. Það okkar að reyna að skapa þessar aðstæður, taka vel á móti þeim sem vilja hingað koma og þá geta þessi hlutir gengið upp. En eins og ég segi, ég fagna þessu. En að því við vorum að tala áðan að hvernig staðan væri að þetta hlutur okkar í þessu gæti verið að við förum utan Eiðis og það sé þetta ná í grót hér og ef og með allavegna fyrirvörum að minnsta kosti 2 milljarðar. Þannig að Hafnarsjóðurinn vel stattur, hann á rúman milljarð en það bara helmingurinn af því sem þarf. En þetta allavega gríðarlega spennandi og bara ég hlakka til að fylgjast með þessu og ég veit að við sem bæjarstjórn munum fylgja þessu eftir. Og vonandi bara skapast þannig aðstæður bara mjög fljótlega að við getum farið að horfa til þess að við getum farið inn í þessa framkvæmd og helst myndum við náttúrulega vilja koma inn á samgönguáætlun sem núna í haust en við gerum okkar besta í því en það alltaf smá verkefni að koma hlutunum inn. Þetta hefur verið á dagskrá síðan 2010 en var svo tekið út þegar í kringum 12-13 eitthvað svo leiðis ákveðið að ýta ekki á þetta, taka aðra hluti en nú förum við aftur í þetta á fullu. Takk fyrir þetta, Íris Róbertsdóttir. Vilja fleiri? Eyþór Harðarson, gjörðu svo vel. Forseti, góðir bæjarfulltrúar. Þessi skýrsla gott framhald af skoðun undanfarin ára á þeim möguleikum sem við höfum til að efla hafnaraðstöðuna hérna í Eyjum. Öllum ljóst að rýmið sem við höfum takmarkað hér innan hafnagarðana. Stærstu flutningaskipin sem hingað koma eiga oft í erfiðleikum með að athafna sig, sérstaklega ef innstyrkur mikill. Þess vegna hefur margt verið skoðað undanfarin 20-30 ár sem hugsanlega gæti bætt hafnaraðstöðun í Eyjum. Fyrir nokkrum árum kom út skýrsla sem unnin var af Eflu fyrir höfnina þar sem tekin voru viðtöl við helstu notendur eða hagaðila hafnarinnar og reynt að meta hverjar væru helstu áskoranir til framtíðar við höfnina. Og það helsta sem kom út úr þeirri samantekt var að flesti nefndu var þörfin á stórskipakanti, stækkun á gámasvæði fyrir starfsemina og lengdarmetrar á viðleguköntum sem að vantar fleiri metra viðlegukanta og bæta aðkomu að höfninni, innsiglingin. Og ég held ég geti fullyrt að flest okkar hafi verið með þá sýn að stórskipakantur við Eiðið væri sú framkvæmd sem myndi skila samfélaginu mestum framförum við höfnina. Í ljósi mikils kostnaðar við stórskipahöfn við Eiðið þá hefur verið velt upp öðrum hugmyndum til að vinna með frekar og þá helst að nefna hafnaraðstöðuna austur í Nýja-Hrauni. Rannsóknir hafa aftur á móti sýnt að hafnaraðstaða í Gjábakkafjöru og austarlegi Skansfjöru ekki ákjósanlegir hafnakantar hvað varðar ókýrð við hafnakantana og yrði of margir dagar á ári þar sem ekki væri hægt að nota aðstöðuna. Skýrslan sem við erum að fjalla núna hefur því gefið okkur skýrari sýn á þá möguleika sem í stöðunni. Stórskipakantur við Eiðið kostur númer 1 í mínum huga, en tekjur hafnarinnar þurfa að aukast töluvert til þess að sú framkvæmd komist á dagskrá. Aðrir kostir sem hagkvæmari til dæmis viðlegukantur rétt austan við hafnagarðinn í Nýja-Hrauninu og svo má ekki gleyma þeim tækifærum sem liggja í að setja upp staurabryggju sunnan við lönguna. Ekki í löngunni, heldur út í höfninni. 20 metra frá löngunni, út að rótum Hörgeyragarðs. Að lokum munum við stórbæta innsiglinguna með því að fjarlæga Hörgeyragarðinn. Búið að taka ákvörðun með því að stytta hann að hluta og ég get ekki séð annað en að hann verði fjarlægður að fullu þegar framlíða stundir. Hlutverk hans sem hafnagarðs var það engu eftir að Nýja-Hrauni bjó til eina bestu innsiglingu sem völ á. Verkefni okkar að halda áfram að bæta höfnina og mikilvægt að vanda vel til verka í allri þeirri vinnu. Það mun skipta framtíð Vestmannaeyja miklu máli að taka réttar ákvarðanir. Takk.
Takk fyrir þetta, Eyþór Harðarson. Vilja fleiri taka til máls undir þessum lið? Svo ekki og umræðu lokið. Liðir 8.4 til 8.6 liggja fyrir til upplýsinga úr þessari sömu fundargerð sem hér verið að fjalla. Þá tekið fyrir 9. dagskrármálið. Fræðsluráð Vestmannaeyja fundur númer 393, liðir 9.1 til 9.4 liggja fyrir til upplýsinga. Og tekið þá fyrir 10. dagskrármálið sem við tókum inn með afbrigðum hér í upphafi fundar. Það bæjarráð Vestmannaeyja fundur 3232 þar sem liðir 10.1 til 10.9 liggja fyrir til upplýsinga. Og fleira liggur þá ekki fyrir þessum fundi. Til næsta fundar verður boðað 9. apríl og þá fer fram önnur umræða ársreikning Vestmannaeyjabæjar fyrir árið 2024. Þessum fundi slitið.